Já, hér þetta sem við mældum á rásinni. Við sem settum þess að rás upp á brauðbretti og til að búa til viðnámið hérna sem ca. 340 ohm, þá tökum við bara tvö viðnám, eitt 270 ohm, eitt 100 ohm og setjum við bara saman. Það sem sagt bara svona. Þannig að þessi tvö hérna þetta eina viðnám hérna. Og svo mælum við það, við mælum það 369 ohm með ómæli. Og síðan tengjum við rásin bara upp og setjum 12 á hana. Og svo mælum við með voltmæli, hérna mælum við 4,49 volt hér yfir og hérna 7,5 volt yfir senerinn. Þess að senerinn heldur að fara spennu yfir sig í hindrunarátt. Ef við myndum setja hann í leiðandi átt, þá verður þetta kannski 0,5, 6, 7 volt, veit það ekki. En þá leiðir hann, það er ekkert notað, það hefur bara notað í hindrunarátt til að búa til fasta spennupunkta. Alltaf í hindrunarátt og þá er spennan yfir þar, svo spenna sem er stimpluð á þær. Og hérna, og svo byrjum að finna hérna strauminn sem rennur nú í rásinni í raunheimum. Og þá bara deilið þessu viðnámi hér upp í spennan ef þetta hér er viðnám. Þetta viðnám hérna, við vitið tvennt það. Þið vitið sem sagt spennan yfir það og hvað er mörg ohm. Þannig að I er jafnt á viðnám, deilt upp í spennu og þá fáum við 0,012, já, 12,1 ampere. Eða 12,1 milliampere. En ef við hefum verið með þetta alveg ideal, þá vorum við með sem sagt hérna, hérna 340 ohm og hérna 4,5 volt og það var þá 4,5 volt deilt með 340 ohmum ef þetta hefði verið eins og það hefði að setja upp og það var að fá hérna út úr þessu 4,5 deilt með 340 0,013, 0,0132, þetta eru 13,2 milliampere. En að því við finnum ekki alveg eins viðnám, svo að 140 ohm viðnám, við erum aðeins meira viðnám, þá fáum við aðeins minni straum úr 13 milliamperum í 12 milliampere. Þetta er bara flott. Og síðan bara gerið þið sjálf hérna, þetta dæmi hérna sem eru hér á síðasta blaðinu. Þetta er bara alveg eins dæmi og þetta hér, notið þessum aðferðirnar og fyllið þetta út og stjórið inn. Ok, búið.